og þessu erindi svona ætlað til að kveikja á fleiri hugmyndum hjá fólki varðandi fjórðu iðnbyltinguna. Bara til að rifja stuttlega upp að þá eru rúm 10 ár síðan að snjallsímarnir ruddu sér til rúms og við vitum hvað hefur gert ótrúlega mikið á þessum 10 árum og ég held að við séum að fara að sjá bara mjög sambærilega hluti á næstu 10 árum. En þá bara núna erum við að tala ekki bara snjallsíma eða heldur fullt af annarri tækni og við sjáum á þessum 10 árum með snjallsímana þá erum við farin að geta, við erum farin eftir þessi 10 ára að geta pantað ferðir og pantað okkur borð á veitingastöðum og millifært peninga og náð okkur í vinnu og íbúð og jafnvel í kærasta eða kærastu með hjálp símans. Og við sjáum hvernig fjölskyldunar eru í dag. Þær eru bara komnar í sófann með öll þessi tæki. Ég ætla bara að viðurkenna hér og nú, þetta lítur stundum svona út heima hjá mér, veit ekki með ykkur. En svo þessi iðnbylting sem komin og við, þessi fjórða iðnbylting og við byggjum á 3 öðrum og svo fyrsta var gufuafls, þegar gufuaflið kom, svo kom rafvæðingin, þriðja talaði að sé upplýsingatæknin og fjórða svo gervigreindin og talaði að gervigreindin sé kannski það sem svona drifkraftur í þessari byltingu. En þjóðir standa misvel og þegar kemur að innleiðingu þessari tækni og á Íslandi þá erum við að því virðist nokkuð tilbúin við að takast á við fjórðu iðnbyltinguna. Hér eru allavega allir innviðir til, við erum svolítið fljót að tileinka okkur tækni, en það ekki endilega staðan alls staðar. Þetta nú svolítið staðan í hinum vestræna heimi, en ef við horfum á þetta landakort sem við sjáum á myndinni, að þá þessi bláu svæði eru þau svæði sem eru svona talin tilbúin til að takast á við fjórðu iðnbyltinguna, en þau sem rauðari eru í meiri vandræðum og við erum á mörgum stöðum ekki ennþá komið einu sinni rafmagn. Þannig að þetta eru stóra breytingar og ég held að við séum tilbúnari heldur en margar aðrar þjóðir. En hvað erum við að tala um? Jú, það er talað um gervigreind, en það er líka talað það sem kallast vélrænt nám, sýndaveruleiki, viðbótarveruleiki, vélmennavæðing, tækni svo CRISPR sem svona meira líftækni bylting, svo blockchain, hlutanetið, og gagnagnótt eða big data. Allt þetta svona svolítið tilbúið til notkunar og þjóðir heims eru á fullu að finna leiðir til að nýta þessa mismunandi tækni og úr því verður þessi svakalega bylting. En gervigreindin, eins og ég sagði áður, kannski það sem svona þessi drifkraftur og það talað að vélar eru reyndar að geta framkvæmt hlutina jafnvel eins vel og manneskja og það náttúrulega, við sjáum ýmislegt að gerast í þeim málum. Og við erum nú þegar farin að nýta gervigreind víða, eins og til dæmis til að filtera spam úr tölvupósti, spá fyrir veður og það talað að þessi machine learning þáttur sé sá þáttur sem muni sjálfvirkni væða mjög mörg störf á næstu 20 árum. Og það náttúrulega bara nú þegar orðin alls konar þjónusta til. Við erum þegar farin að sjá fyrirtæki nýta sér svokallaða spjallbotta eða chatbots á ensku, þar sem í rauninni við erum að nýta svona þjónustu á vef, eða fyrirtæki eru að nýta þjónustu á vef þar sem að fólk getur talað við þjónustufulltrúa en þjónustufulltrúin í raun vélmenni eða botti sem búinn að læra spurningar og svör og yfirleitt þetta settu þannig að bottin veit svona 80% af öllu því sem spurt og lærir svo það sem við bætist af lifandi þjónustufulltrúa. Þannig að þetta svolítið svona vera að búa til gagnagrunn fyrir bottan meðan að þjónustan nýtt. Við erum líka að klæðast tækninni sem ákaflega spennandi. Nú starfa ég sem forstöðumaður hjá Veitum. Þar erum við til dæmis að skoða, hvernig getum við
gert fólki okkar öruggara með því að þau séu með til dæmis hjálma með ýmsum nemum eða úr með ýmsum nemum sem til dæmis nema hvort að loftgæðin séu heilbrigð og svo framvegis. Við erum líka farin að nota þessi úr eins og þessi líkamsræktarúr sem er í rauninni að mæla púls og hreyfingu og svo framvegis. Það mun alveg heilmikið gerast á næstu árum í þeim málum áfram. Svo erum farin að tala við tæknina. Margir eiga þegar einhvers konar tæki sem þau tala við eins og Google Home eða Amazon. Og það er í rauninni, í dag erum við ennþá að tala á ensku við þessa tækni. En það er von í því máli, en það er almannarómur og ríkisstjórnin í rauninni búin að setja peninga, það er búið að setja peninga í þetta sem að hjálpar til við að íslenskan verði tilbúin fyrir þetta með glæsilegum hætti og það mun gerast mikið í þessu á næstu árum. Sýndarveruleiki er eitt af því sem er líka orðið ansi sterkt. Þarna erum við að ná að upplifa hluti með því að setja á okkur gleraugun. Við getum farið ofan í sjó og inn í tæki og upp í geim og inn í frumur og aftur í fortíðina og inn í óbyggð hús. Það er til dæmis arkitektar að nýta sýndarveruleika til að sýna fólki hús áður en þau eru byggð, upplifa hús áður en þau eru byggð. Þetta er bara nú þegar gert töluvert og það sem mig langar eiginlega að segja sérstaklega með sýndarveruleikana, ég held að hann muni breyta svolítið hvernig við lærum. Því að við vitum öll að það að læra eitthvað með því að upplifa það er alltaf aðeins einfaldara og maður lærir hraðar heldur en ef maður er að lesa það úr bók. Og ég held að við munum sjá mikið nám gerast í gegnum sýndarveruleikann. Svo er svokallaður viðbótarveruleiki, mikið nýttur fyrir markaðssetningu og hér eru hlutirnir ansi að gerast hratt. Þarna erum við að til dæmis sjá hvernig við getum nýtt símann til að horfa á eitthvað umhverfi og vita hvar við að finna veitingastaði eða verslanir, eitthvað þess háttar. IKEA hefur til dæmis verið að nýta sig fyrir svona laga til að fólk geti mátað hvernig sófar koma út heima hjá sér og framvegis. Viðbótarveruleikinn er alveg ansi magnaður og við í fyrirtækjunum erum líka farin að skoða hvernig getum við nota þennan viðbótarveruleika til að kenna fólkinu okkar eða leiðbeina því á auðveldan hátt og þannig að fólk upplifir sig öruggara en það er. Það er margt þar og það er kannski þá eins og til dæmis við sjáum á þessari mynd að þarna erum við að sjá fólk fá leiðbeiningar á meðan þeir eru að vinna að verkum. Þetta er þannig séð þá leiðbeinandi og það er alltaf fókus á þarfir einstaklingsins. Það er ekki mikið verið að horfa á einhverja risastóra hópa heldur, það er alltaf verið að targeta eða beina hlutunum að einstaklingnum. Svo munum við sjá þessa róbótavæðingu, þar erum við að fara að létta heilmikið störf. Ég held að róbótar margir hverjir séu ekki endilega að fara að skipta út fólki, heldur meira að vinna í vinnu sem er það nákvæm að mannlegt auga sér það ekki eða þá það þung að það sé erfitt fyrir líkamann. Þannig að þetta mun aðstoða okkur við mörg verk og er að aðstoða okkur í dag við töluvert af verkum. Við erum líka að fara að tengja öll tæki og heimurinn er að tengja öll tæki og það er alveg óbóðsleg vöxtur í því eins og margir hafa heyrt auðvitað, við erum að tengja ísskápana og hurðarskrár og klær og ég veit ekki hvað og hvað, og ljósastaura. Þannig að það er alveg heilmikið net að verða til þar sem að í rauninni það er verið að skoða, hvernig getum við notað gervigreindina til að tengja þetta allt saman og fá okkur upplýsingar úr svo gögn sem að okkur dreymir ekki einu sinni Sem sagt, það er umbylting í gangi og þetta er svona kannski bara nokkur dæmi til að sýna af hverju eða hvað maður er að meina. Og eins og ráðherrann sagði þarna að þá eru bara störfin okkar fara að breytast töluvert.
Þetta er svo sem ekkert nýtt. Störfin hafa breyst í gegnum tíðina og ég til dæmis sem ég veist oft gott að koma með dæmi sem ég heyrði daginn þar sem að ef ég hefði spurt afa minn fyrir nokkrum árum síðan þegar hann var lifandi blessaður, að ég hef spurt hann fyrir fættur 1908 hvort að segjum að ég hef sagt honum að ég langaði að vera jógakennari þarna árið 1940, segjum það. Hann myndi bara horfa á mig og halda að ég væri rugluð. Þannig að það er alveg svona, jú, það er alls konar störf komin í dag sem voru ekki til fyrir 10, 15, 20 árum eða lengra aftur. Þetta er bara að gerast, sagan endurtekur sig. Og við munum sjá mikið breytingum á atvinnumarkaði. Og það er svolítið talað um þetta sko, við erum að fara eiginlega lengra heldur en innovation eða nýsköpun, við erum að fara í einhvers konar umbyltingu, disruption og það sem svona kjarninn í því er að við erum ofta að horfa á viðskiptamódel fyrir hitt og þetta og reyna að laga þau með einhvers konar nýsköpun eða breyta þeim með því að bæta ykkur við eða skapa eitthvað nýtt. Það sem við erum eiginlega að tala um núna er að nýsköpunin á sér þannig stað að oft erum við að taka einhverja hluti, einhverja tækni eða eitthvað viðskiptamódel og segja já, nú ætlum við bara að hætta með þetta og við ætlum að byrja upp á nýtt, við ætlum að hugsa hlutina alveg upp á nýtt og það er svolítið magnað, það leiðir sér nú læðingi enn meiri nýsköpun heldur en við séð áður. Þannig að já, viðskiptamódel er að breytast, við erum að sjá þekkinguna breytast eða hvernig við sækjum okkur þekkingu, við getum náð okkur í þekkingu út allt á netinu í dag og bara stóri skólar og virtir skólar eins og Harvard er að deila þekkingu alveg töluvert. Við erum líka að sjá samskiptamynstur að breytast og sumir myndu jafnvel segja að hierarkí væri dautt, bara með tilkomu Facebook og allra þessar samskiptamiðla, samfélagsmiðla, að þá erum við farin að geta tala beint við fólk, óháð stétt og stöðu og það er að hleypa svolítið breyttu lífi inn í til dæmis fyrirtækin en líka bara almennt í samfélagi. Og eins og ráðherra minntist á áðan þegar þúsundir forstjórar spurðir hvaða færni fólk þarf að hafa á næstu árum, að þá í rauninni þá sjáum við muninn hvernig þetta var þegar það var fólk að biðja að spá fyrir árinu 2015 og svo spá fyrir árinu 2020 og það er með þetta að leysa flókimál og gagnrýnin hugsun eru á topp 2 sætunum en svo er þetta með creativity eða nýsköpun eða það að geta skapað, sköpunarkraftur. Það er eitthvað sem er algjör hástökkvar í þessari könnun sem að World Economic Forum gerir á 5 ára fresti og þetta er svolítið magnað. Þetta er eitthvað sem við Íslendingar ættum svolítið vel að geta tengt okkur við og ég held að mitt í allri þessi tækni að þá þurfum við ofboðslega mikla nýsköpun og sköpunarkraft. Það eru þarna líka hlutir á þessum lista sem eru svolítið áhugaverðir að horfa á eins og að nýtt inn á lista í 7. sæti Emotional Intelligence, eða tilfinningagreind, sem er líka alveg magnað. Þannig að það sem ég sé hér er að ég held að við eigum eftir að sjá svolítið svona tengingu, tækni og lista mun meira og ég held að sé algjör galdur þar og svo finnst mér alltaf svolítið gaman að horfa á þennan kót eða gaman, ég veit ekki hvað maður að segja. En það er alltaf þannig að þegar þetta er svona ársgamall kvót úr fréttablaðinu þar sem að 15 ára stúlka var spurð, kom með þessa setningu, ef þú ert lélegur í listum þá er það ágreið þannig að það sé bara ekki þitt svið. Ef þú ert lélegur í raungreinum þá ertu bara heimskur og þetta er svolítið viðhorfið ennþá og við þurfum svolítið að laga. Þetta er bara, við breyttum tímum þurfum við að breyta svona hugsun. Þannig að listnám er mikils virði, við vitum það líka, við Íslendingar, við eigum fullt af flottum listamönnum sem hafa gert vel á bæði erlendis og innanlands og ég held að það sé nú bara rétt að byrja. Það er svolítið gaman líka þegar maður horfir á svona Björk eða Monsters of Men eða Óli Elíasson, öll er það að nýta tæknina á einhvern hátt. Þannig að mér finnst það líka mjög skemmtilegt að sjá.
En svo til gamanskert þá að því vorum að tala að störfin okkar sé að breytast, þá er til vefsíða sem heitir Will Robots Take My Job og þarna að gamni sett ég inn bókari, starfsheiti bókari og þarna, það er náttúrulega verið svolítið að gera grín á þessari vefsíðu, en þarna, ef maður stillir því þarna inn, að þá kemur You are doomed. Þannig að það er aldeilis, þeir telja aldeilis að tæknin muni taka yfir bókarastarfið, hvað sem svo gerist, við sjáum til. En það sem ég langaði að segja og taka bara frá ráðherranum áður, að sí- og endurmenntun er eitthvað sem við munum á og þurfum að horfa mikið á alls staðar, og þá er ég að meina bæði sem bara menntakerfi, sem þjóðfélag, sem atvinnulíf. Við þurfum öll að vera að horfa á hvernig getum við sí- og endurmennta okkar fólk. Við erum líka að díla við það að ungt fólk sér tækifæri erlendis og stundum hefur verið talað guð minn góður, það er allir að flytja suður. Núna er allir að flytja til Berlínar af því virðist. Þannig að ég held samt sem áður að við höfum eitthvað sérstakt og við munum og erum að draga ungt fólk aftur tilbaka. Kynslóðin sem er núna komin inn á atvinnumarkaðinn, hún þekkir ekkert annað en tengdan heim og líður óþægilega í hefðbundnu, stífu skrifstofuskipulagi og það þarf alveg rosalega mikið að skoða hvað við gerum við því. Þeim finnst síló ekki spennandi. Þau vilja umræða, endurgjöf og hvatningu reglulega sem stundum við talaðum sem eitthvað neikvætt, en ég tel allan daginn að það sé mjög jákvætt. Vinnurýmið er að breytast, ég ætla svo sem ekkert að fara þarna í dýptina, en startup-senan hefur svolítið skilgreint nýja vinnuaðstöðu og það er að smitast yfir á öll fyrirtæki. En svo mitt í þessu öllu saman að það er þörfin til að aftengjast netinu er að aukast mjög mikið. Við getum, maður sér það alveg þegar maður fyrir og sér ferðamenn út í náttúrunni að þeir eru svolítið mikið bak við myndavélarnar og tæknina, en það er líka tækifæri í því að bjóða upp á svæði sem eru bara ótengt. Og það er þegar held ég komin að stað ykkur ferðamennska sem að býður upp á svæði sem eru þannig að þú hefur ekki tækifæri til að komast á netið. Það er alveg skemmtilegu punktur. En svo er það þetta, það er sumir heyrt þetta phone stacking, það er að segja að stilla upp öllum símanum á borðið þegar þú ert út að borða með vinum til að fólk sé á staðnum og þá er náttúrulega almenna reglan að sá sem tekur símann fyrst þarf að borga reikninginn. Alltaf mjög gaman. Og það sem við erum að sjá, við erum að fara að berjast hæfileikana. Þjóðir heims, fyrirtækin, menningarheimar eru að fara að berjast hæfileikaríkt fólk og þessi barátta er algjörlega byrjuð og mikið gert til að reyna að fá hæfileikaríkt fólk til að flytja til dæmis Norðurlanda. Bandaríkin gera mikið af þessu og fleiri nýsköpunarlönd svo eitthvað sé talað um. Það verða breytingar á allri þjónustu og hraði er ofboðslega lykilatriði, að það að flýta sér getur verið mjög mikið samkeppnishæfni í því. En samt sem áður þá held ég að við höfum eitthvað algjörlega uník hér og þá sérstaklega þessar dreifðari byggðir. Þessi nálægð við náttúruna, ég held hún eftir að koma sterkar inn heldur hún órar Mér finnst alltaf gaman að horfa á hvað aðrar þjóðir eru að gera. Finnarnir eru svolítið að massa menntakerfið, finnst mér. Þeir eru allavega að fá fólk, koma fólki vel í gegnum skólakerfið og leggja mikla áherslu á nýsköpun. Danir ætla að umbylta opinberri þjónustu. Það er
þeir settu upp sérstaklega meðal annars til að betra samband við sína ættingja og aðgang á opinberri þjónustu, þannig að það heilmikið í gangi þar. MIT-háskólinn, hann að setja saman í rauninni mæli með því að við séum að bæða hugsa nýsköpunarþáttinn en svo líka hvað við erum að gera fyrir startupin. Ég ætla ekki að fara djúpt í þetta, ég held að sé að tapa tíma. Og það sem við sjáum bara að við erum svolítið að koma úr þessu auðlindadrifnu hagkerfi og að vissulega það þurfa að byggja okkar góðu auðlindum, en við erum svolítið að horfa á hvernig við hér á Íslandi getum búið til okkar nýsköpunardrifna hagkerfi. Og það verður ekki gert öðruvísi en að byggja einhvers konar brú milli vísindastarfs og frumkvöðlastarfs. Mjög mikilvægt að vísindamenn og frumkvöðlar séu í daglegu samtali og að háskólar, atvinnulíf séu í daglegu samtali. Hverjir eru þá tækifærin í þessum dreifðari byggðum? Jú, ég myndi segja, höfum fókus á þessu nýsköpunardrifnu fyrirtæki, endurhugsum hvernig við menntum börn og fullorðna, pössum upp á tæknilega innviði, drögum til okkar þekkingu, úrvalsþjónusta hjá opinberum aðilum líka mikilvægt til að draga fólk að og spilum á styrkleika svæðana. Og þar kemur náttúran alveg pottþétt sterk inn. Einu sem ég veit, það verða breytingar og mér finnst þessi setning alltaf svolítið góð. Startup thinking is not just for startups. Við getum öll hugsað eins og frumkvöðlar, hvort sem við erum í stórfyrirtækjum, smáfyrirtækjum eða hjá hinu opinbera eða hvað sem er. Það bara holl hugsun, skapandi. Og ég held bara að forvitnin mun leiða okkur að sköpunarkraftinum og ætla bara að enda þetta hér.